Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég biðst afsökunar á því að koma hingað móður og málandi, en ég held að ég væri ekki á dagskránni. Það sem ég ætlaði að segja, herra forseti, það að heilbrigðiskerfið á Íslandi smátt og smátt að molna niður af mannavöldum. Tækifæri til þess. Ég hef allan rétt mínu hönd út til þess. Hefur ekki heyrt í henni? Ekki persónulega, nei. Ertu búinn að drulla upp á baki í þessu máli? Ég hef beðist opinberlega afsökunar og það er vegna þess að mér fannst að ég hefði sagt hluti sem hefði verið betra að sleppa. En að þú hefur verið fullur og þreyttur og það hefur verið ástæðan, er það trúverðugt? Ég hef ekki sagt það. En varstu ölvaður þarna? Það var mikill gleðskapur þetta kvöld, söngur og gleði og mikill hávaði og það var verið að fá mig í eins og ég hef lýst í minni yfirlýsingu í einhverja myndatöku sem mér fannst ekki vera viðeigandi á þessum tíma. Hvað sagðirðu nákvæmlega? Eins og ég hef sagt, Magnús, þá ef það er einu sinni of mikið sagt, þá á maður ekki að endurtaka það. Jón Baldvin og Ólafur Ragnarsson. Já. Og ég stend með þolendum. Já, Guðmundur Franklín, Ásmundur Einar. Hefur áhugi á veiðum á hryggleysingjum, svo sem sæbjúgum og ígulkerjum aukist og nú er svo komið að ráðgjöf veitt fyrir 3 svæði. Hvað þarf að gera til að ná niður verðbólgunni? Jú, það er einfaldlega þessar væntingar sem að búa með þjóðinni og er hluti af einhvern veginn DNA-vanda okkar komandi úr gamalli, miklu hærri verðbólgu, að við einhvern veginn sættum okkur við hærri verðbólgu eða hærri verðbólgustig heldur en eða sækjumst jafnvel eftir því heldur en margar aðrar þjóðir. From this moment on. Við þurfum aðeins að tala saman. Þetta er kannski ekki samtal sem ég langaði til að taka en ég veit þú skilur að við verðum að ræða saman. Það er verið að kvarta undan þér, ekki neitt mjög persónulegt, en það er líkt að þér og við þurfum að gera eitthvað í þessu. Og á þessum tímapunkti bara hvet ég til þess að redda þessu. Já, mér finnst þessi vídeó hjá stjórnmálaflokkunum, mér finnst þau svona svolítið skippity rislers. Það augnablik eða sú mínúta sem það tekur að skrúa tappan á, það minnkar svona lífsviljan hjá manni allavega stund. Því þetta er algjörlega óþolandi hegðun á tappunum. And we are dancing for the share with the government of Iceland! Everybody! This is the word of Iceland, so try to sing along. This is the word of Iceland, what could possibly go wrong? I start my day with coffee. Skulum halda áfram. Guðmundur Franklín, þetta er annar stjórnmálaflokkur sem að þú stofnar til að reyna að komast á þing. Hægri grænir fengu 1,7% atkvæða árið 2013. Þú fer sjálfur 7,6% í síðustu forsetakosningum og núna mælist flokkurinn með 0,5%. Telur þú að það sé enn eftirspurn eftir þér í ábyrgðarstörf fyrir þjóðina? Já, ég hugsa það nú og allavega þá er ég sem sagt þegar lítið yfir þessu skoðanakannar þá er nú ekki mikið marktakandi á þeim, myndi nú áætla. Já, þær nú alltaf dálítið svipaðar. Og þeir síðustu koma fyrstur og svo framvegis. Þannig að ég er nú ennþá, ég er ennþá vongóður og við bara sjáum til á morgun. Ég held að þetta bara verði allt í lagi. Ég hef allavega engar áhyggjur. Þú býstu að komast á þing? Já, alveg sjálfsagt, alveg, 100%. Stenst kerfið þetta álag til lengdar? Já, það þarf auðvitað að tryggja að það gerir það. Almannavarnakerfið okkar þarf. Að sjá myndina Daniel Blake sem segir til afleiðingar þess að innleiða starfsgetumat í Bretlandi. Það sem í kjölfarið svipti sig 4.000 einstaklinga lífið og það sem að Daniel Blake, þessi heimildamynd, segir í raun og veru allt sem segja þarf þær embættisfærslur fyrirhugaðar frá hæstvirtum félagsmálaráðherra þá aðför. Það er sem var svo glæði gær
og tjáum ekki frekar. Sigurður, ætlar ekki að tjá þig þetta? Ég meina, þetta þykir mjög alvarlegt. Já, ég er búinn að segja það sem ég er að segja. En geturðu upplýst okkur hvað þú sagðir á þessu augnabliki? Ég vísa bara í yfirlýsinguna sem ég hef áður sagt. Og heldurðu að þessi stætt á að setja þá bara áfram að óbreyttu og segja ekkert meira þetta mál? Þurfum ekki einhverjar upplýsingar? Sigurður? Ég er búinn að segja það sem ég ætla að segja. Ég mun ekki tjá mig frekar í dag og vísa í yfirlýsingunni sem ég gaf í gær. Var þetta rætt á fundinu núna áðan? Nei. En sérðu eftir þessu? En Sigurður, finnst þér alveg eðlilegt að segja bara ekkert meira um málið? Þetta er svona mál sem fólk vill virkilega fá upplýsingar á þessum tímapunkti. Ég gaf yfirlýsingu í gær. Og það er allt og sumt. Við höfum í sjálfu sér ekki við neitt annað að styðjast. Jöfullinn. Það er nú á flugum allavega. Já, ég er meina í kokkin hérna. Já. Heyrðu, býtu. Ok. Jafna eitthvað? Ha? Það vildi jafna eitthvað? Nei, þetta er glæði. Má sjá. Ofan í það situr hæstvirtur forsætisráðherra hérna og hlær af ræðumönnum í myndavél og það er ekki í fyrsta skipti sem hæstvirtur forsætisráðherra á þessu ári hefur gert þjóðina og þingið að alla í. Þú ert hérna sem formaður flokksins en ekki sem frambjóðandi. Rétt. Vegna þess að þú ert ekki kjörgengur. Nei, rétt. Af hverju varstu ekki með á hreinu að þú væri með lögheimili í Tyrklandi? Já, það er nú saga segir frá því, sko ég hef búinn að vera búsettur meira minna erlendis frá allagötu frá 1986. Í sumar? Nei, það er alveg vonlaust. Það hefur nú, held ég, legið fyrir tiltölulega lengi. Hvers vegna? Já, fyrst að þá hefur þessi kona sem er þarna matvælaráðherra legið undir feld eins og hún segir sjálf og að það ráðtöku hvað hún ætla að gera og það getur verið engin kvóti eða eitthvað og við hefum ekkert getað undirbúið okkur nokkuð skapaðan hlut. Og ef hún heldur það virkilega að þú getur sett í gang svona starfsemi með dagsfyrirvara þá er hún á okkur annarri plánetu heldur en flestir Íslendingar. Þetta er allt úthugsað alveg niður í kjölinn af þessu vinstri grænu stalinistum sem að stjórna þarna. Já, þeir tala þannig, þeir séast vera á móti hvalveiðum og hún hefur sagt að sjálf konan sem er ráðherra núna, Olsen, að... En þú ert að spyrja mig persónulega spurning. Já. Er það ekki eðlilegt? Fínt, ég er búinn að svara. Ég hef svarið. Er ekki eðlilegt að fólk viti hver það er? Heldur betur, það er búið að taka endalaus viðtölu við mig. Já, ekki hér, Guðmundur, þú ert núna hérna. Heyrðu, ég er mjög stoltur af mínum ferli og ég get sagt þér eitt að það er ekki hver sem er sem getur starfað á Wall Street í 13 ár. Það er ekki hver sem er sem hefur gert þessa hlut sem ég hef gert. Þú er stoltur Íslendingur og þú er stoltur af það sem þú hefur gert. Absolutely. Eitthvað slíkt. Nei, en sko, Guðmundur, þú stjórnar ekki þættinum. Telur uppsprettu valdsins hjá þjóðinni. Uppspretta valdsins er hjá þjóðinni, þjóðin kýs sér þing. Hann svaraði. Þú ert hér til að svara. Hvað heldur ég hafi lesið mörg þúsund bækur? Heldur ég sé að tablaður þær alla daga við alla? Nei. Hver skal spyrja? Ertu stoltur af framgöngu þinni í kvöld? Já, mjög. It's fantastic to have this opportunity to mark and this is opportunity to embark in the decision on how we can strengthen the teacher professional and raise student achievement and well-being. I would like to begin to expressing them gratitude to our co-host to the OECD, Education International and Icelandic Teacher Union for the incredible decision on the hard work in bringing this ICTP 2025 to life. Dear guests, for the last years, we have witnessed an increasing challenges in our school system. Our education system stands at an important moment in time. Change
in our society are happening faster than we can imagine, and the technical is reshaping our world.